sjónvarpsstöðva í Evrópu 1986. Sigurlagið verður valið í beinni útsendingu hér í sjónvarpssal. Keppninni er einnig útvarpað, á FM-bylgjum verður stereohljómur. Jónas R. Jónsson kynnir það sem hér fer fram en útsendingustjórnar Egill Edvardsson. Gott kvöld og velkomin í beina útsendingu á þessum úrslitaþætti Söngvakeppni sjónvarpsstöðva 1986. Í kvöld verður það valið það lag sem íslenska sjónvarpið sendir áfram til lokakeppninar í Björgvin 3. maí, eitt lag af þeim 10 sem kynnt hafa verið að undanförnu í sjónvarpi og útvarpi og flestir ættu vera farnir að kannast við. Hér í sjónvarpssal situr dómnefnd skipuð 5 valinkunnum einstaklingum. Þau eru Finnur Torfi Stefánsson, tilnefndur af FIH, Félagi íslenskra hljómlistarmanna, Jón Gústafsson, tilnefndur af FTT, Félagi tónskálda og textahöfunda, Steinar Berg Ísleifsson, tilnefndur af FHI, Félagi hljómplötuútgefanda á Íslandi, Sigrún Hjálmtýsdóttir, tilnefnd af sjónvarpinu og sama gildir Þorgeir Ástvaldsson sem talsmaður nefndarinnar. Og annar staðar hér í sjónvarpshúsinu situr hópur góðra gesta og fylgist með útsendingunni. Þar er Helgi Pétursson staddur og hefur augu með því sem framfer. Helgi, eru þið til í slaginn? Já, Jónas, við erum það svo sannarlega, en það er hér einvala lið. Hér eru stjórnendur sjónvarpsins, sendiherra Noregs og ýmsir fleiri góðir gestir, borgarfógeti og fulltrúar fyrirtækja sem hafa lagt þessu máli lið. En við upplýsum ekki frekar svona eðli þess hvers vegna sumir gestanna eru hér. Við komum að því seinna en yfir til þín, Jónas. Takk, Helgi. Við minnum á að þessi útsending er samtengd Rás 1 og þar er dagskráin send út í stereo sem skilar miklu meiri hljómgæðum. Og þá erum við tilbúin. Hér í sjónvarpssal er hljómsveitin okkar, stórsveit sjónvarpsins, skipuð úrvalsmönnum. Og aðstoðarsöngvarnir eru þeir sömu áður, Shady Owens, Jóhann Helgason og Sverrir Guðjónsson. Nú er ekki eftir neina að bíða. Við fáum fyrri stjórnandann í salinn, Þórir Baldursson. Og fyrsta lagið sem við heyrum er lag númer 94, Gleðibankinn. Söngvari er Pálmi Gunnarsson. Tíminn líður
Þetta var lag 94, Gleðibankinn. Höfundar eru enn ókunnir, en mér býður í grun að borgarfógeti hafi gert ráðstafanir til að tryggja að höfundur lagana séu ekki mjög fjarri góðu gamni. Fáum nú á sviðið hinn stjórnandan, Gunnar Þórðarsson. Annað lagið sem við heyrum er lag 132. Þetta gengur ekki lengur, söngvari er Eiríkur Hauksson. Þetta gengur ekki upp hjá mér og þér hvað sem þú segir. Þetta vonlaust mál, stál við stál, stríð við heimsk og tál. Og ég þvælist þvert bæinn, þungur út í allt sem það gengur aldrei neitt í haginn fyrir mér og þér. Því við spar og þegjum, þykjumst aldrei skilja neitt. Það sama hvað við segjum, það segir aldrei einn neitt. Heim til þín, ég held ég verð að hunskast heim til þín. Heim til þín, gengur ekki lengur, nei það gengur ekki að æðrast. Því ég veit við viljum bæði reyna að brúa bilið, breytum spil, það vont að finna til. Og ég bið í öllum bænum að þú bregðist vel við mér, og með gras í skónum grænum geng ég á eftir. Það gengur aldrei neitt í haginn fyrir mér og þér. Heim til þín, ég held ég verð að hunskast heim til þín. Heim til þín, ég held ég vel Þetta var lag nr. 132, þetta gengur ekki lengur. Við minnum enn á að við erum að velja lag en ekki flutning eða flytjendur. Nú eins gott að gera upp hug sinn því að þetta í síðasta sinn sem við heyrum þessi lög áður en dómnefndin kveður upp úrskurð sinn. Þriðja lagið er lag nr. 206 með Vaxandi þrá. Gunnar Þórðarsson útsetti og stjórnar, Erna Gunnarsdóttir og Björgvin Halldórsson syngja. Komum og finnum að fjörið fullkomið.
Þetta var lag númer 132, Þetta gengur ekki lengur. En eftir stutthlé komum við aftur og ræðum þá við útvarpsstjóra Markús Örn Antonsson. Ekki bara 10.000, heldur hvorki meira né minna en 20.000 blaðsíður af upplýsingum. Allar örugglegar bak við lás og slá. IBM afbragðstölvan, lykill þinn að öflugri einkatölvun. Eins og þú veist hár þitt misþurrt og sumstaðar jafnvel feitt, en veit sjampóið þitt af þessu. Silkiens gerir það, vegna þess að það vísindalega hannað til að sinna öllum þáttum hárþvottar. Silkiens þvær allt hárið, í senn mildilega og vandlega. Ef þú vilt fallegt og silkimjúkt hár, þá notarðu Silkiens. Ástæðulausu að fagmennirnir velja sér Æva hljómgæði. Framúrskarandi hljómgæði, Æva fyrir eyrað. Radíóbær, Ármúla 38 og Garðabæ. Á páskatilboði í Miklagarði núna. Ódýr armbandsúr, 2 herraskyrtur á verði 1. 50 bambableiur, 2 eldhúsrúllur. Hér eru menn farnir hér eru menn orðnir svolítið spenntir eins og ég reikna með að sé hjá heimilónum öllum á heimilónum allt land. En hér Markús Örn Antonsson útvarpsstjóri. Kvöldið í kvöld auðvitað hápunktur á undirbúningi, ekki bara undanfarna vikur og mánuði, heldur umtali líka undanfarin ár. Hvernig líður útvarpsstjóra á þessu kvöldi? Mér finnst þetta allt alveg ljómandi skemmtilegt og undirbúningurinn allur að þessu. Það hefur unnið þrekvirki hér í sjónvarpinu eins og svo oft áður í sambandi við verkefni af þessu tagi. Þetta náttúrulega í fyrsta skipti sem að við erum þátttakendur í Eurovision söngvakeppninni. Ég held að hugumanna hafi lengi staðið til þess, en þetta fór að verða alvara núna fyrir það bil ári þegar við fórum að gera nákvæmar athuganir á því hvernig aðildin yrði háttað. Og síðan tilkynntum við áhuga okkar núna í haust og það var fallist á það að við yrðum með. Kannski ekki síst fyrir það að þessi keppni fer núna fram í Björgvin í Noregi hér í næsta nágranna landi okkar hjá frændþjóðinni. Menn hafa talað svolítið peninga í þessu sambandi. Erum við að færast mikið í fang með þessu? Auðvitað kostar þetta sitt, það gerir það svo sannarlega, en hins vegar þá það feikilega mikið dagskrárefni sem að fæst fyrir þá peninga. Við höfum fylgst með því hvernig þetta hefur verið kynnt í sjónvarpinu nú fyrir lokakeppnina og í útvarpinu jafnframt. Þessi lög að þau verða spiluð áframhaldandi miðað við ýmislegt annað innlent dagskrárefni, þá þetta ekki mjög dýrt. En hins vegar þá mikil ánægja sem að fæst af þessu. Maður finnur það að þjóðin hefur öll tekið þátt í þessu og fylgst með þessu af miklum áhuga og gleði. Og þetta svona eins konar þjóðhátíð sem hefur skapast í kringu þetta. Ef við ekki halda þjóðhátíðin áfram þá, Jónas, yfir til þín. Þakka ykkur fyrir. Og þá skulum við heyra 4. lagið. Það lag númer 11, syngdu lag. Gunnar Þórðarsson útsetti og stjórnar. Pálmi Gunnarsson syngur. Slegir fundir fyrir raddir sem að hljóma og fyrir róm allan heim. Fyrir söng sem sigrar hjarta og fyrir orð sem hér skarta, en fyrir nálað góðra strauma, fyrir gleðistund og geim. Syngdu lag
fyrir unað sem ei gleymist, R fyrir rokk og ról sem dreifist, og R fyrir róm allan heim. S fyrir söng með stóra drauma, og R fyrir orð sem fá að krauma, N fyrir nálægð trúar strauma, G fyrir gleðistund og geim. Syngdu lag þessam brag, syngdu í allan dag. Já, syngdu lag, ljúfan brag, skapið kemst í lag. Syngdu lag þessam brag, syngdu í allan dag. Já, syngdu lag, ljúfan brag, skapið kemst í lag. Já, syngdu lag þessam brag, syngdu í allan dag. Já, syngdu lag, ljúfan brag, skapið kemst í lag. Og þetta var lag nr. 11, Syngdu lag. Við skulum hlýða því og syngja lag nr. 28A, Gefðu mér gaum. Þórir Baldursson útsetti og stjórnar söngvari er Eiríkur Hauksson. Ég stend á höndum út á strætósvör, ég stíg mér ofan af hestabretti, ég leggst í megrun stundan ljósa böð, í mín einasta ósk er í heimi Jesú, að þú horfir í rétta átt, að þú takir mig aftur í sátt. Jafnvel hamsturinn saknar þín, hundurinn grætur nætur. Viltu gefa mér gaum? Viltu gefa mér gaum? Viltu gefa okkur pínulítinn gaum? Hálflítinn gaum? Gef okkur gaum. Ég yrki oft í blöðin ástarljóð, ég ætti þig alla trussu. Ég sé þú fannar að þú verður ljóð, og mín einasta ósk er í heimis Jesú, að þú horfir í rétta átt, að þú takir mig aftur í sátt. Jafnvel hamsturinn saknar þín, hundurinn grætur nætur. Viltu gefa mér gaum? Viltu gefa mér gaum? Viltu gefa okkur pínulítinn gaum? Hálflítinn gaum? Gef okkur að þú horfir í rétta átt, að þú takir mig aftur í sátt. Jafnvel hamsturinn saknar þín, hundurinn grætur nætur. Viltu gefa mér gaum? Viltu gefa mér gaum? Viltu gefa okkur pínulítinn gaum? Hálflítinn gaum? Gef okkur Þetta var lag 28A, Gefðu mér gaum. Ég hef þá ánægju að kynna heiðursgesti þáttarins. Þetta eru tvær hressar stúlkur sem allir þekkja, því þær sungu sigurlagið í söngvakeppni sjónvarpsstöðva í fyrra fyrir hönd Noregs. Þær áttu þann kost að koma fram í úrslitaþætti söngvakeppninnar í Tyrklandi, sem einnig fer fram í kvöld. En þær kusu heldur að koma til Íslands og vera hjá okkur. Og það kunnum við vel að meta. Hér eru þær
Hanne Krogh og Elisabeth Andreasson. Bobby Sox. Can't you feel it, yeah, the midnight runs? Late night hot, for the ones who know the midnight runs. After dark, oh, it really does, the midnight runs. Midnight runs. In the dark, the fog is creeping, sneaks up behind you slow. Just snap your fingers easy, go with your body and soul. Listen, don't you hear it? That sound of music low. There can be no mistaking, midnight's right for rock and roll. After dark, can you feel it? Yeah, the midnight runs. Late night hot, for the ones who know the midnight runs. Gather round and listen close now. What do you love the most? Next to the one you love well, my guess is rock and roll. Feel the rhythm, people grooving. White lights don't matter to you, no. Don't got to see your lover. We're all dancing in the dark. After dark. Late night hot. Bobby Sox, Hanne og Elisabeth. Við höfum nú heyrt 5 lög af þeim 10 sem hér keppa til úrslita og kominn tími til þess að athuga hvernig dómnefndinni vegnar. Þorgeir? Já, við sitjum hér og hlustum eftir því einu hvaða lag er líklegast til að skila okkur góðum árangri í Bergen 3. maí. Og þetta er bæði auðvelt og erfitt í senn, auðvelt að því leytinu til að hér er ekki neina flókna stigagjöf að ræða. En okkur ber að velja aðeins eitt lag og einmitt það er okkar höfuðverkur sem að sitjum hér við borðið, að velja eitt lag úr þessum ágæta hópi lagana. Nú, Helgi Pétursson hefur náð taki á þeim Hönnu og Elisabetu. Helgi? Já, ég veit nú ekki alveg hvað þú átt við med att ná taki á stúlkonum. Þetta er bein útsending hérna. En jag må ställa det här spörsmålet som vi ställer till alla utlänningar nästan. Har ni haft tid till att smaka på vårt lammkött? Ja, jag har smakat gravet lamm för första gången i mitt liv. Jag också. Det var väldigt, väldigt gott. Och så har jag smakat kämpegod fisk. Ja. Kan jag få säga en ting? God kväll, gott folk. God kväll, gott folk. That's what we've learned. Yeah. Det kunde ha varit i Istanbul, sa Jonas. Ja, men det var ett lätt valg. Ja. Vi var faktiskt invitert till att vara där i dag, ja. Men när det stod mellan Island och Istanbul så prioriterade vi Island. Och det gjorde vi rätt i, va? Ja, det gjorde vi. Dere har reist mye rundt omkring i tilknytning til Melodifestivalen. Er interessen like så stor alle veiene som her i Norden? Absolut, det är det. Men den kan du ta, för det har du. Ja, den är faktiskt större än jag hade förväntat att den skulle vara. Också utenom de landene som är med. För faktiskt, vi var en tur i Asien nu i höst. Och vi träffade folk från Thailand och från Malaysia som virkelig visste like mye om Eurovisionsfinalen som vi gör här. Det eneste landet det ikke betyr så mye for, det er England. Og det er jo ganske naturlig i og med at England har allikevel en sjanse til å få presentert sine melodier rundt omkring i hele verden.
Om vi baserar det på deras erfarenheter med Melodifestivalen, vad tror de att vår tillknytning till Melodifestivalen nu kan alltså ge Island? Jag tror det är väldigt bra för Island lokalt sett att de äntligen har fått komma med på Melodifestivalen. För det stimulerar hela branschen. Musiker får jobb, artister får jobb och det skrivs massor av låtar. Flera hundratals låtar skrivs till Melodifestivalen. Så att just att branschen stimuleras är väldigt bra tycker jag. Och att isländska artister får nå utanför Island. Att det är betydelsefullt. Till sist, deras närmaste planer. Ja, vi skal først og fremst slippe vår nye LP. Vi har sluppet en single allerede i Norge, men den skal slippes utover i Europa nå om en kort stund. Og LPen den kommer i midten av april, og det gleder vi oss veldig til. Ja. Og vi har utvidet rammene litt grann siden vi startet Bobbysocks. Og vi har fått utrolig mottagelse på vår single hjemme i Norge. Den har faktisk ligget i toppen helt siden vi slapp den for 7 uker siden. Ja, men dere skal få ha lycka till och väldigt tack för att ni kom. Jag vill gärna säga en sak till han och jag, att vi vill önska Island lycka till i Bergen och här ikväll. Så synes vi det er veldig spennende å se hvor dere har tenkt å ha det hvis dere vinner, hvor dere har tenkt å ha det neste år. Det får vi se. Tack ska du ha. Yfir til þín, Jónas. Tackar Helgi. Sjötta lagið sem við heyrum í kvöld og keppir til úrslita er lag númer 247, Út við lek. Þóri Baldursson útsetti og stjórnar, Erna Gunnarsdóttir og Pálmi Gunnarsson syngja. Sjöunda lagið er lag nummer 117, Ef. Útsetning og stjórn Þórir Baldursson, söngvari er Björgvin Halldórsson. Ef mættum við lifa í samlynd og sátt,
hver stórkostlegt líf gæti mannkynið átt. Í stað þess að vinna hvort öðrum ein, við myndum byggja saman betri heim. Ef mannvit og kærleikur mætti öll ráð, mannanna vega þá til væri sá. Visku og gleði á volandi jörð, vinátt og frelsi við stæðum vörð. Við myndum vinna öll sem eitt, að bjartari framtíð og friði á jörð. Við myndum vinna öll sem eitt, að bjartari framtíð, friði og kærleik á jörð. Ef ofar við settum auðlegð og frægð, gæsku og visku, já andlega stærð, tortryggn og sjálfselska hirfað sjálfu sér, öfund og afbrýðirði hlægileg. Ef mannvit og kærleikur mætti öll ráð, mannanna vega þá til væri sá. Visku og gleði á volandi jörð, vinátt og frelsi við stæðum vörð. Við myndum vinna öll sem eitt, að bjartari framtíð og friði á jörð. Við myndum vinna öll sem eitt, að bjartari framtíð, friði og kærleik á jörð. Ef við mættum að því vinna, í sameiningu finna, hamingju og frið á jörð. Þetta var lag númer 117, Ef. En áður en við heyrum í dagskrárstjóra sjónvarps, Hrafni Gunnlaugssyni, gerum við stutt hlé. Stjórnendur sjónvarpsins, Helgi Pétursson tekur nú við. Söngvakeppnin hefur óneitanlega sett svip sín á dagskrána undanfarnar vikur. Hér er Hrafn Gunnlaugsson, dagskrárstjóri innlendrar dagskrár hér í sjónvarpinu. Er þetta endanlegt fyrirkomulag á söngvakeppninni? Muntu hafa þennan háttinn á aftur næsta ár? Sjónvarpsstöðum er nú tiltölulega mikið í sjálfsvald sett hvernig þær standa að þessari keppni. Nú við völdum þessa leið núna og ég held að það veri ágætt að fyrsta skipti sem við höldum þessa keppni að gera hana svona. Þarna hefur verið nafnleindaræð og allir geta tekið þátt í henni. Það komið fram næstu því 309 tónskáld hjá þjóðinni sem var mjög skemmtilegt. En ég er ekkert frá því að til dæmis næst þá mætti fara aðra leið og tengja þá til dæmis lagið og flytjandan. Þannig að við myndum þá velja kannski ákveðna tónsmiði til að flytja sín eigin lög sjálf. Ef við hugsum vinningsmöguleiki í svona keppni þá minni ég á það að ABBA flutti sitt eigið lag Waterloo og það er alveg möguleiki að skoða þá leið líka en ég er mjög sáttur við hvernig til hefur tekist í þessu tilfelli og líka ánægður með það að við fórum þarna nýja leið, við buðum þetta verkefni að hluta til út. Það er fyrirtækið Hugmynd sem hefur að miklu leyti unnið þetta verk fyrir okkur með okkar starfsfólki og þar er líka á ferðinni ný stefna í dagskrárgerð. Þannig að eru taugar sjónvarpsins, svo mætti segja, í kvöld þandar til hins ítrasta?
Það held ég nú ekki. Við erum vön svo undarlegum aðstæðum og sérkennum álagi. Ég held að menn taki þetta nú bara eins og hvert annað. Bein útsending alltaf erfið. Við höfum verið að reyna það núna eftir áramótin, bæði á líðandi stund og nú hér í kvöld, og þetta það sem sjónvarp á að vera. Það á að vera lifandi og þá að gerast á augnablikinu á hverjum tíma. Það spennandi, það hægt. Hvað með þig sjálfan? Ég frétti að eftir öruggum heimildum að þú ættir lag í keppninni sjálfur. Já, það verið mikið rætt þá sem eiga lög í keppninni. Það var nú eiginlega þannig að ég ætlaði að senda inn lag. En þegar þeir sem eru umsjónarmenn keppninnar sögðu mér að það myndi dæmast á mig að veita höfundinum verðlaun sem fengi verðlaunin, þá sá ég fram að það geti komið mjög undarleg staða ef ég þyrfti að fara að veita sjálfum mér verðlaunin. Svo ég hætti bara við þetta. Þakka þér fyrir það. Jónas, höldum áfram, yfir til þín. Helgi og Hrafnstakkur fyrir. Það styttist í úrslitin því röðin komin á 8. lag. Það lag númer 159, Vögguvísa, Þórir Baldursson útsetti og stjórnar, Erna Gunnarsdóttir syngur. Níunda lagið númer 245, Mitt á milli Moskvu og Washington. Gunnar Þórðarsson útsetti og stjórnar, Eiríkur Hauksson syngur.
Og þá er komið að síðasta laginu. Það er lag númer 78, Ég lifi í draumi. Gunnar Þórðarsson útsetti og stjórnar, en Björgvin Halldórsson syngur. Ég lifi í draumi, dreg hvergi mörkin dags og nætur, sveiflast aðeins ósjálfrátt. Í hægum gangi, á fullt í fangi með að finna það sem oftast reynist öfug átt. Það er líkt og ég sé laus úr öllum viðjum, lentur hringsólandi á vegi miðjum. Ég lifi í draumi, dreg hvergi mörkin dags og nætur, sveiflast aðeins ósjálfrátt. Ég lifi í tómi, tek engan þátt í trylltum dansi, fólksins allt í kringum mig. Aleinn á randi, veit að minn vandi er að vera það sem enginn getur áttað sig. Það er líkt og ég sé lagstur út í byli, leitandi að bát á réttum kili. Ég lifi í tómi, tek engan þátt í trylltum dansi, fólksins allt í kringum mig. Ég lifi í veröld, veit ekki hvaða vindar þjóta, en þeir fara framhjá mér. Eins konar fangi á víðavangi eða varnarlaus gegn því sem er á meðan er. Það er líkt og ég sé lamaður af ótta, líf mitt rennur burt á hraðum flótta. Ég lifi í veröld, veit ekki hvaða vindar þjóta, en þeir fara framhjá mér. Þá höfum við heyrt öll lögin 10 sem keppa eiga til úrslita. Og nú er komið að dómnefndinni að gera upp hug sinn. Og á meðan skulum við fá Bobby Sox hingað aftur. Það fyrir vel á því að þær syngi lagið sem kom þeim að verðlaunapalli í fyrra, Bobby Sox og Let It Swing.
Skemmti finnst öllum og sveiflan í góðu lagi. Nýjasta lagi þeirra er nýútkomið í Noregi. Og þegar orðið geysi vinsælt. Það fór beint í fyrsta sæti norska vinsældalistans og situr þar. Þetta lag boðar nýjan stíl í tónlist þeirra og mér finnst rétt að við fáum þær hér aftur og hér flytja þær gullfallegt lag, Waiting for the Morning, og þeim til aðstæðar eru nemendur Magnúsar Kjartanssonar. Hanne Krogh og Elisabeth Andreasson, Bobby Sox.
Hingað kominn Þorkell Gíslason, borgarfógeti. Hann hefur verið okkur hjálplegur og gætt þess að allt fari fram samkvæmt settum reglum. Og við viljum biðja Þorkel að koma hingað. Og nú rétt að sjá hvort að dómnefndin hefur komist að niðurstöðu. Lokið störfum, gert upp hugsun eftir mikla vangaveltur. Við höfum valið eins og fyrir okkur lagt eitt lag til áframhaldandi þáttöku í söngvakeppni sjónvarpsstöðva evrópskra. Númer og heiti lagsins að finna í þessu lokaða umslagi og við afhendum stjórnanda þáttarins það hér og nú. En áður en við opnum þetta umslag skulum við komast að í hverjir sömdu þessi 10 lög sem hér hafa verið að keppa til úrslita. Við leggjum þetta umslag hér til hliðar og ég bið Þorkel að rétta mér umslagin með þessum nöfnum. Hér höfum við innsiglað umslag með nöfnum allra þessara lagahöfunda. Nú, ef að ég fyrst opna hér umslag með lagi númer 94 og það lagið Gleðibankinn og lagið eftir Magnús Eiríksson. Og við fáum Magnús Eiríksson hér inn. Já, þú myndir bara vilja standa hérna aðeins til hliðar og við fáum hér inn vonandi 9 aðra lagahöfunda. Hér erum við með lag númer 11, Syngdu lag. Og, nú já, lagið Syngdu lag. Lagið eftir Þóri Baldursson, textur eftir Rúnar Júlíusson. Við byrjum þá að koma hér inn. Og hér hefur lag númer 117. Það lagið Ef. Höfundur lags og texta, Jóhann G. Jóhannsson. Og næst kemur lag númer 78. Það heitir Ég lifi í draumi. Og það eru tveir, það að segja, það höfundur lags og það höfundur texta. Höfundur texta Aðalsteinn Ásbjörn Sigurðsson, höfundur lags Eyjólfur Kristjánsson. Og hér höfum við lag númer 247, Útvill Ek. Þið rétta nafn Guðnýja Gunnarsdóttur sem dulnefni greinilega, Valgeir Guðjónsson. Fyrirgefið, vegna fjarveru höfundar hefur hann óskað eftir að Ágúst Guðmundsson verði fulltrúi sinn hér í kvöld. Ágúst Guðmundsson, gerðu svo vel. Og hér höfum við lag númer 206. Það lagið með Vaxandi þrá. Það eru tveir höfundar. Höfundur texta Hjálmar Jónsson, höfundur lags Geirmundur Valtísson. Og hér höfum við lag númer 28. Það annað þessar laga einungis í keppninni. Það lag númer, já, mér sýnist vera númer 1, en ég held að það sé nú ekki rétt, þetta er sennilega númer 28, já. Þetta lag númer 28, Gefðu mér gaum. Það eru tveir höfundar, texti eftir Ólaf Hauk Símonarson og lagið eftir Gunnar Þórðarson.
Og hér lag 132. Þetta gengur ekki lengur. Og við skulum sjá hver hefur samið það. Það lag og texti eftir Ómar Halldórsson frá Akureyri. Ómar Halldórsson. Og hér kemur lag sem við höfum sannlega öll eitthvað heyrt talað Það númer 159 og ber heitið Vögguvísa. Nú höfundur Ólafur Haukur Símonarson, hann nú þegar komið hér inn. Ólafur Haukur, heldur þú takir eitt skref áfram? Og síðasta lagið, það númer 245. Þar eru þrír höfundar. Það segja texti eftir Valgeir Guðjónsson. Lagið fyrirgefiði. Lagið eftir Jakob Magnússon og Ragnhildi Gísladóttur. En vegna fjarveru höfunda hafa þau óskað eftir því að Ágúst Guðmundsson verði fulltrúi þeirra hér í kvöld. Ágúst, þú ert fulltrúi Jakobs, Ragnhildar og Valgeirs. Og hér eru höfundar og fulltrúar allra lagana saman komnir og nú að vita hver þeirra fer héðan með þátttökuréttinn til Björgvinjar og 200.000 krónur í verðlaun. Hver nú höfundur sigurlagsins? Þorkell, má ekki biðja þig að opna bréfið. Höfum þetta allt saman löglegt. Þetta æsispennandi að sjálfsögðu. Þakka þér. Og sigurlagið Sigurlagið númer 94, Gleðibankinn, Magnús Eiríksson. Gleðibankinn heldur áfram og keppi fyrir hönd Íslands í Björgvin 3. maí. Dagskrárstjóri innlendrar dagskrárgerðar, Hrafn Gunnlaugsson, afhendir nú höfundi lagsins, Magnús Eiríksssyni, 200.000 krónur í verðlaun. Hrafn Gunnlaugsson, gjörðu svo vel. Jæja, Magnús. Ég hérna með umslag inn á mér. Já. Og í því 200.000 króna ávísun. Skrifuð á handhafa að sjálfsögðu. Já. Gjörðu svo vel. Kærlega fyrir. Ég óskaði þér innilega til hamingju fyrir hönd sjónvarpsins og það er virkilega ánægjuleg stund. Mér langar til að þakka fyrir að fá að hafa tekið þátt í þessu og dómnefndinni hlýtur að hafa verið mikill vandi á höndum með öll þessi ágætu lög innanborðs sem núna voru. En fyrir hönd bankaráðs Gleðibankans þá tökum við núna okkur til og byggjum skotheldan Gleðibanka. Takk æði fyrir og þakka ykkur öllum höfundar fyrir komin í kvöld. Við óskum Magnús Eiríkssyni hjartanlega til hamingju með sigurinn og laginu velgengni og við skulum þá fá að heyra sigurlagið aftur flutt af Pálma Gunnarssyni að sjálfsögðu og stórsveit sjónvarpsins Gleðibankinn, Pálmi Gunnarsson. Gjörið svo vel.
hver dag, hraðar sér hver kvöld. Ertu stundum hugsandi yfir öllum gulum miðunum? Þú tekur kannski of mikið út úr gleðibankanum. Ertu bugað þig, nýstu allt í hnút. Leggur ekkert inn, tekur bara út. Syndir þínar sem þú aldrei drýðir, sitt í þanganum. Óleystur tékki í gleðibankanum. Þú skalt syngja lítið lag lífsgleðina sjálfa í brjósti þér. Og láttu heyra að þú eigir ennþá trú og von. Kósí lítið lag sem gæti gripið mig og hvern sem Þú gæti jafnvel mig Eurovision. Ertu bugað þig, nýstu allt í hnút. Leggur ekkert inn, tekur bara út. Syndir þínar sem þú aldrei drýðir, sitt í þanganum. Óleystur tékki í gleðibankanum. Þú skalt syngja lítið lag lífsgleðina sjálfa í brjósti þér. Og láttu heyra að þú eigir ennþá trú og von. Kósí lítið lag sem gæti gripið mig og hvern sem Þú gæti jafnvel unnið Eurovision. Helgi Pétursson hefur nú króað höfundinn af og við skiptum yfir. Helgi. Já, Jónas, við erum hér niðri, Magnús Eiríksson og Elsa Stefánsdóttir, hjónin hér. Hugmyndin af þessu lagi, Magnús, hvaðan kemur hún? Ég bara get ekki svarað því til miður. Það er svona eitthvað sem þróast. Ég byrjaði á gleðibankanum. Hvað hérna ætlar að gera? Ætlar að breyta þessar útsetningu áður en að þú sendir lagið áfram? Við verðum að gera ennþá meira Eurovision-legt og láta kannski millikaflan koma fyrir einhverja breytingar. Hvað með flytjendur? Það er ekkert ákveðið ennþá. Er þetta pottþétt formúla sem þú ert með þarna heldur? Þú ert nú vanur maður. Nei, hún er ekki alveg skotild. Að síðustu hefur komið til Bergen? Ég hef komið til Bergen fyrir líklega 15 ára síðan á skipi. Og núna mætur með flugvél og lag upp á vassan. Já, það nú ég. Til hamingju. Takk að kærlega fyrir. Yfir til þín, Jónas. Söngvakeppni sjónvarpsstöðva er aldeilis ekki lokið. Framundan er það verkefni að sameinast það lag sem var hér í kvöld. Og við komum til með að búa þetta til flutnings í Björgvin 3. maí og þá fyrst lýkur þessari 30. og fyrstu söngvakeppni sjónvarpsstöðva. Þar keppir Gleðibankinn við lög 19 annarra þjóða sem nú hafa verið valin víða Evrópu. Þau lög fáum við að sjá í 4 þáttum í apríl. Alls bárust keppninni nú 287 lög. Sjónvarpið þakkar þessa miklu þáttöku og svo öllum þeim sem unnið hafa gerð þessara þátta og flutningi lagana. Við látum lokið þessari beinu útsendingu úr sjónvarpssal. Þökkum fyrir, góða nótt.